Komið þið sæl, hér sjáum við fallega tunglmynd úr Mótis-tunglinu sem að tekin var eftir hádegi í dag. Við sjáum að það er svona snjólaust á suður- og vesturlandinu en það er til dæmis snjór ennþá á Snæfellsnesi og svo skiluðu élin yfir helgina og snjókoman talsverðum snjó víða á norðan- og austanvert landið en það er allt þar hvítt, það er nú aðeins skýjað hér við norðurströndinni eins og við sjáum hérna. En það er hins vegar, þetta er snjór en ekki ský víða inn til landsins. Við sjáum líka í hafísinn á Grænlandssundi og í dálitla háskýjahulu sem að var hér yfir Reykjanesinu í dag. Hiti fór í 6 stig við suðurströndina og það var svolítill strekkingur með suðausturströndinni. Annars er búið að vera hæglætisveður á landinu en frost víðast hvar á norðanverðu landinu. Það er ekki mikil breyting á veðri hjá okkur næstu daga. Það er svona tilbrigði við þessa norðanátt sem hefur verið í dag. Það má alveg búast við því að það verði úrkomubakkar svona hér og þar við strönd landsins og óvíst að segja hvort það sé nákvæmlega á Austfjörðum eða við suðausturströndina og þar fram eftir götum. Lægða súpan, hún er meira hér suður af landinu og gengur yfirleitt inn á Bretlandseyjar og við sleppum við hana í bili en erum þess vegna í þessu kalda lofti. Við sjáum að þessu hitasviðskorti að við hreinlega sjáum dægursveifluna sem verður á hitanum en hins vegar er svona blái liturinn alls ráðandi og það er víðast hvar næturfrost alla næstu daga en hlánar líklega hér sunnan og vestan til þegar að næra skín einhver sól en það er nú hins vegar harðnandi frost víða á landinu þegar líður á vikuna og ekki ólíklegt að hiti verði undir frostmarki allvíða. Þegar við vöknum í fyrramálið hér á suðvesturhorninu má nú búast við því að hitinn verði víðast hvar undir frostmarki en það verði þó yfirleitt hægur vindur og bjartviðri. Þetta er ástand sem að getur skapað talsverða svifryksmengun og ágætt að hafa það í huga. Það er helst að hitinn nái svona rétt eða yfir frostmark hér allra syðst á landinu. Það er ekkit ólíkt veðurfarið á norðvesturlandi en hins vegar er smá éljabakki við á ströndum og eins hér við Annesinn á norðanverðu landinu. Það gæti alveg verið einhver smá élja loft þarna yfir og þá stöku snjókorn en annars er nú yfirleitt þurrt á landinu í fyrramálið en kalt. Það kólnar enn frekar eftir því sem að austar dregur. Það má alveg búast við því að inn á héraði verði í svona alltaf 10, jafnvel 11 gráðu frost og þessi tala sé nú reyndar til fjalla en á láglendi þá er þetta svona kannski 4 til 7 gráðu frost. Það er svipað með úrkomuna hér. Það eru þessi bakkar á Annesjum og norður af landinu og það er ekki alveg gott að segja hvort að það lendi eitt og eitt él inn á landi eða hvort þau haldi sig út á sjó. Það er bjartviðri á norðanverðum Austfjörðum en heldur meira skýjað á sunnanverðum fjörðunum en hins vegar rífur hann af sér við suðausturströndina en þar ætlar líka að vera fremur kalt í veðri. Síðdegis á morgun þá er nú ekki mikil breyting en við sjáum að hitatölurnar læðast aðeins upp fyrir frostmark við vesturströndina og jafnvel hér suðaustan til það hins vegar kólnar með hæðinni hér við suðausturströndina. Víða bjartviðri og einhver smá éljagangur svona hér og þar við ströndina. Það bætir heldur í éljaloftið á miðvikudag og þá líklega sérstaklega í litlu dragi sem myndast hér við suðausturströndina en eins og þið sjáum að þessum bláu flekkum að þá er nú útlit fyrir einhvern smá éljaloft mjög víða. Á fimmtudag þá er útlit fyrir lítilsháttar lægð sem ætlar að draga hér upp að suðausturströndinni. Það verður einhver slitta eða snjókoma í því bæði þá á Austfjörðum þarna aðfaranótt fimmtudags og síðan á suðaustanverðu landinu á fimmtudag og fimmtudags morgun en það er austanátt í kortunum og bjartviðri á vestanverðu landinu. En á morgun þá er útlit fyrir þessa svona fremur hægu í norðaustlægu eða breytilegu átt. Hita víðast hvar undir frostmarki í fyrramálið. Betra að fara varlega af stað, það þarf örugglega að skafa bíla og annað slíkt. Og þetta er líka svona svifryksveður þannig að það er að gera fyrir þá sem geta að skilja bílinn eftir heima og ganga eða hjóla til vinnu. Verið sæl.